Komið sæl. Mér langar í dag að halda áfram með það sem ég var að fjalla síðast þegar ég var hérna hjá ykkur. Þegar ég var að tala við ykkur 1844 og hvað það þýðir fyrir þig. Og það hefur að gera með spádóm Daniels varðandi 2300 ára tímabilið sem að endaði árið 1844. Og ég kom inn á það líka síðast að óvinurinn gerði allt til að koma í veg fyrir að þessi sannleikur kæmi upp á yfirborðið, enda hann lygarinnar faðir. Og ég vitnaði í orð gríska leiklistamannsins Æskilos sem að sagði þessi fleygu orð: í stríði sannleikurinn fyrsta fórnarlambið. En Kristur hann sagði: ég sannleikurinn, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þannig gerir lygarinnar faðir allt til þess að sannleikurinn Jesús ná ekki fram að ganga. Og mér langar í framhaldi af þess að fjalla þetta sem að Daniel segir í þessum spádómi 2300 árin. Að hvað mun eiga sér stað eftir þessi 2300 ár. En hann segir í Daniel 2300 kvöld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag, Daniel 8:4. En eins og ég benti á síðast að betri þýðing væri kannski að helgidómurinn hreinsaður verða, það væri betri þýðing á þessum spádómi. Því það eins og segir í Hebreabréfinu 9:24, því að Kristur gekk inn í helgidóm höndum gjörðan, eftirmynd hins sanna helgidóms. Ekki inn í helgidóm höndum gjörðan, heldur inn í hins sanna helgidóm. Í sjálfan heiminn, til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Þannig að það sem að eiga sér stað núna á þessum síðustu tímum að hreinsun á sér stað í helgidómnum á himnum. En ekki bara það, sú staðreynd að allur þessi sannleikur komi upp á yfirborðið 1844 og árunum þar í kring, sýnir okkur að Kristur ekki eingöngu að hugsa að hreinsa helgidómnum á himnum, hann einnig að hugsa að hreinsa fólki sitt. Og hann að undirbúa fólk sitt fyrir þá atburði sem Páll lýsir í fyrra Korinturbréfi 15:52-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við þinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og þá mun henni dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Já, við lesum í Opinberunarbókinni söfnuðina 7. En eins og segir í Opinberunarbókinni 1:11. Rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnuðinum 7 í Efesus, Smyrnu, Pergamos, Þýratíu, Sardes og Fíladelfíu og Laódíkíu. Og eins og við vitum að þá þetta boðskapur sem ritaður til safnaðana sem voru að sjálfsögðu á þessum tíma þegar Jóhannes skrifar þessi orð. Og en við vitum líka að það var ekki bara þannig, heldur hefur þetta að gera með kirkju Guðs á öllum tímum. Og þessar kirkjur, ég ætla nú ekki að fara út í það í smáatriðum, hvað hver kirkja stendur fyrir, en það ljóst að síðasta kirkjan, Laódíkíu kirkja, hún sú kirkja sem hefur með okkar tíma að gera. Það eru við endatíma söfnuðurinn. Og þannig að við skulum skoða þennan boðskap, en hann að finna í Opinberunarbókinni 3:14-21. Og við skulum lesa þennan boðskap og við ætlum að sjá hvað þessi boðskapur hefur að segja kirkju Guðs á síðasta degi. Og við skulum byrja í fyrsta versinu þar sem segir, í versi 14 í 3. kafla: og engli safnaðarins í Laódíkíu skalt þú rita,
Þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og sanni, upphaf sköpunar Guðs. Nei, Jesús Amen, Jesús votturinn trúi og sanni. Þannig að það sem Jesús ætlar að segja, það sannleikur, en það Jesús sannleikurinn. Jesús lýgur ekki. Og hann heldur áfram og segir í versum 15-22, ég þekki verkin þín og þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur, en að því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Og þú segir, ég ríkur orðin auðugur og þarnast einskis, og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanverða nektar þinnar og smyrsl að smyrja með augu þín til þess að þú verður sjáandi. Alla þá sem ég elska tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör iðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neita kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, heyri hvað andinn segi í söfnuðinum. Og nú höfum við heyrt þennan boðskap í mörg ár, og að við séum hálfvol kirkja, ekki heit og ekki köld. Við ættum að vera meira brennandi fyrir Jesú og það satt, en þú veist að það miklu meira í þessum boðskap en bara það að vera volgur. Og það það sem ég ætla að skoða. Þetta nafn Laodíkea. Veistu hvað orðið þetta Laodíkea, hvað það þýðir? Að það þýðir fólk dómsins. Það þýðir að Laodíkeu kirkjan kirkja dómstundarinnar. Og nú höfum við komist að því, eins og ég kom svo vel að síðast þegar ég var hérna hjá okkur, að dómurinn hann hófst árið 1844. Þannig að við höfum lifað á tíma dóms síðan 1844. Og því þessi boðskapurinn til kirkju Guðs á síðustu dögum, kirkjunar sem lifir á tíma dómsins. Þannig að þessi skilaboð eiga við okkur. Þessi boðskapur frá Jesús sjálfum til okkar, kirkju hinnar síðustu daga. Þeirra sem lifa á þessum tíma eftir 1844. Svo við ætlum að gefa gaum af þessum boðskap, ekki satt. Jesús hinn mikli læknir, sá sem raunverulega þekkir andlega heilsu okkar, andlegt ástand okkar. Leyfðu mér að lesa hérna tilvitnun í Ellen G. White. Við getum lært svo mikið meira af leiðsögn hennar til kirkjun okkar. Og ég segi bara að ég þakklátur fyrir skrif hennar. Fyrir náð Guðs í gegnum ritninguna og með skrifum hennar hefur þessi boðskapi biblíunar og anda spádómsins hjálpa mér og leiðbent mér. Og takt eftir því sem Ellen White segir hér í Early Writings á blaðsíðu 270. Ég spurði merkingu skjálftans sem ég hafði séð og mér var sýnt að hann myndi stafa af beinum vitnisburði sem kallaður var fram af ráðleggingum frá vottinum trúa til Laodíkeumanna. Gerur þér grein fyrir því að þessi boðskapur í Opinberunarbókinni 3:14-22, það hinn beini vitnisburður frá Jesú, vottinum trúa til kirkju hans sem mun valda skjálfta meðal fólks hans á síðustu dögum. Og hún heldur áfram og segir, það mun hafa áhrif á hjarta viðtakandans og leiða hann til að upphefja staðalinn og úthella beinum sannleika. Sumir munu ekki bera þennan beina vitnisburð. Þeir munu rísa gegn honum og það það sem mun valda skjálfta meðal fólks Guðs. Og svo segir hún, ég sá að ekki hefur verið hlustað á vitnisburð vottarins trúa að hálfu leyti.
Hinn hátíðlegi vitnisburður sem örlög kirkjunnar hvíla á hefur verið lítt metinn ef ekki að öllu leyti vanvirtur. Og raunin sú að við höfum ekki enn séð þennan skjálfta verða veruleika í kirkjunni. Það segir okkur að þessi boðskapur hefur ekki verið virtur. Þessi vitnisburður verður að koma til leiðar djúpri iðrun. Allir sem sannarlega taka við honum munu hlýða og verða hreinsaðir. Og þú getur verið að spyrja, hvað er það með þennan boðskap sem er svona beinskeittur, að hann mun valda skjálfta? Erum við ekki endatíma kirkja Guðs og erum við ekki að vinna frábært starf? Er Guð ekki að gera ótrúlega hluti? Jú, hann er vissulega því, en hvers vegna er kirkjunni okkar lýst sem volgri? Og við skulum sjá hvað Jesús segir við okkur til að hjálpa okkur að skilja hvers vegna ástand okkar er eins og það er og hvers vegna þessi boðskapur mun valda skjálfta í kirkjunni. Þessi boðskapur er frá Jesú Kristi sem er kallaður votturinn trúi og upphaf sköpunar Guðs. Þegar Jesús er lýst sem upphafi sköpunar Guðs, minnir það okkur á að hann er skaparinn og sem skapari skapaði hann himinn og jörð. Og í lok sköpunarinnar gerði hann 7. daginn, hvíldardag, og hann setti þann dag til hliðar. Og í boðskap fyrsta engilsins erum við minnt á að Guð er skapari. Þannig að Jesús er að benda á í upphafi boðskaparins til þessa endatíma safnaðar. Hann er að minna okkur á að hann er sá sem hefur skapað heiminn, að hann er sá sem gerði hvíldardaginn og árið 1844 kallaði hann okkur aftur til hvíldardagsboðskaparins vegna þess að hvíldardagurinn er merki að Guð er sá sem helgar okkur, sem gerir okkur heilög. Þannig að í þessum boðskap til Laódíkíu kirkjunnar þá lætur hann okkur vita að eitt af því sem hann vil gera með dómi sínum á síðustu dögum er að minna okkur á sköpunarkraft sinn, sköpunarkraft til að skapa ný hjörtu og nýtt líf, og hvíldardagurinn er til marks að þeir hafa verið aðskildir sem heilagt fólk og helgað. Og ég tek eftir því sem hann segir við okkur, ég þekki verk þín. Þetta er fyrsti punkturinn sem hann kemur með. Jesús hefur í raun áhyggjur af verkum okkar. Nú kennir ritningin greinilega að við getum ekki unnið okkur til hjálpræðis, en samt tekur Jesús eftir verkum okkar hér í ritningunni. Ég þekki verki þín að þú ert hvorki kaldur né heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skyrpa þér út af munni mínum. Með öðrum orðum, Jesús er að segja að ástand þitt sé svo volt að það sé ógleði fyrir hann. Og ef þú breytist ekki, þá ætlar hann að spúa þér eða æla þér út úr munninum. En þetta hljóma nú ekki mjög fallega af Jesú að segja þetta við okkur. En aftur segir Jesús, alla þá sem ég elska tifta ég og aga. Og þá er Jesús að segja, sjáðu, ég elska þig af öllu hjarta. Ég kom niður á krossinn. Ég setti eilífa tilveru mína í hættu, svo að þú verður hólpinn. Og það síðasta sem ég vil sjá er að fólk mitt sé ógeðfellt fyrir mig. Ég vil að þú vaknir af þessu ástandi. Er eitthvað vit í þessu sem hann er að segja? Taktu nú eftir því sem Jesús segir síðan. Þetta er það sem kemur að kjarna málsins, hvers vegna Laódíkíu hvers vegna hún er í slæmu ástandi. Taktu eftir því sem Laódíkía segir sjálfan sig. Þetta eru við, Guðs endatíma kirkja. Þú segir ég er ríkur og orðinn auðugur og þarfnast einskis, en þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakinn. Þannig að Laódíkía er að segja að við séum rík, við höfum allt, við þurfum ekki neitt annað, okkur gengur bara vel. En því er nú ekki þannig farið að fólk Guðs eigi í andlegri baráttu vegna þess að það eigi svo mikið af peningum. Ég held að flestir hafi ekkert of mikið af peningum.
Það er ekki það sem veldur þessari hálfvolgu hjá okkur. Málið snýst miklu frekar það að við teljum okkur hafa andlegan auð, en Kristur að segja að við séum andlega fátæk. Og Jesús sagði, þú segir að þú sért ríkur. Hvernig verður maður raunverulega ríkur? Í 18. versi segir hann, ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur. Þannig að Laodíkía segist vera rík og auðug og þarfnast ekki neins, en Jesús segir, nei, þú ert ekki ríkur, þú ert fátækur, þú þarft að kaupa gull sem reynt í eldinum. En hvað er þetta gull sem reynt í eldinum sem Laodíkíu vantar svo nauðsynlega? Við skulum skoða það í 1. Pétursbréfi, 1. kafla 7. vers, sem þar segir þetta vers gerir það mjög ljóst hvað þetta gull reynt í eldi sem Laodíkíu mennum skortir og sem Jesús að segja okkur að kaupa. Það segir þarna í þessu versi, það er til þess að trúar staðfesta yðar langt dýrmætari en forgengilegt gull sem þó stenst eldsraunina getið orðið til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Svo hvað er gull sem reynt í eldi? Það er prófraun trúar þinnar. Þannig að það að vera ríkur af gulli andlega séð þýðir að þú hefur látið reyna á trú þína í eldi þjáningana og þú hefur elfst í trú þinni. Þú heldur fast í það hvernig Guð leiðir þig í lífinu og Guð leyfir þér að fara í gegnum þrengingar og þú heldur fast í trúna. Og frekar en að mögla og kvarta eins og Ísraelsmenn forðum, þá segir þú, ég veit á hvern ég trúi og sama hvað verður mig mun ég halda trú minni á Guð. Og það er það sem Jesús að segja, það er að til þess að hafa raunverulega trú, þá þarft þú að leyfa honum að fara með því gegnum prófraunir, þrengingana. En hér er annar mikilvægur punktur. Þegar Laodíkía segist vera rík, þá er hún í meginatriðum að segja að hún hafi gull, því Jesús segir að þú þurfir að kaupa gull sem reynt í eldinum til þess að þú verður ríkur. En Laodíkía segist nú þegar hafa gull. Hún segist nú þegar hafa trú. Laodíkía að segja að við höfum nú þegar þá trú sem til þarf til að komast til himna. Við höfum frelsandi trú. Við höfum réttlæti fyrir trú. Við höfum réttlætingu fyrir trú. Svo vegna þess að við erum frelsuð, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af neinu öðru. Og Jesús að segja, þú segist vera rík, þú segir að þú hafir frelsandi trú, en í raun og veru ertu vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Og ef þú ert nakin, Laodíkía, þá ert þú ekki hulinn réttlæti Krists, sem þýðir að þú hefur ekki réttlæti fyrir trú. Þetta er sá boðskapur sem á eftir að valda skjálfta í svefnuði Guðs og spurningin er, jæja, í hvaða ástandi er þá Laodíkía? Jesús segir að þú haldir að þú hafir frelsandi trú, en í raun og veru ert þú vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Nú skulum við líta aðeins betur á þetta. Jesús segir að þú sért vesalingur og ef Jesús segir það, þá hlýtur það að vera satt. Orðið vesalingur kemur frá gríska orðinu talaeporos og vissir þú að það er aðeins að finna á einum öðrum staði í grísku í öllum ritningunum. Og hvaða orð er þetta? Og hvar er það að finna? Einn annar staður í ritningunni. En hefur þú einhvern tímann heyrt Rómverjabréfið 7, þar sem Páll segir, ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðans líkama? Og hver er þessi maður í Rómverjabréfinu 7? Þessi reynsla hins auma manns. Þessi reynsla er þekkt sem maðurinn í Rómverjabréfinu 7. Og frá að með 14. versi þar segir Páll, við vitum að lögmálið er andlegt, en ég er holdlegur seldur undir syndina. Og vegna þess að hann er seldur undir synd í Rómverjabréfinu 7. kafla, þýðir það að hann er þræll syndarinnar. Það er eitthvað vit í þessu.
Ef þú ert seldur undir eitthvað, þá ertu þræll þess. Og Páll segir í Rómverjabréfinu 7, ég er holdlegur, seldur undir syndina. Ég er þræll syndarinnar, sem holdlegur maður er í fjandskap við Guð. Og Rómverjabréfið 8 segir að hyggja holdsins er fjandskapur gegn Guði með því að hann lítur ekki í lögmáli Guðs. Og því segir Páll vera holdlegur, seldur undir synd. Hann er þræll syndarinnar. Í 7. kaflanum í Rómverjabréfinu segir að þú hafir val að vera þræll réttlætisins eða þræll syndarinnar. Og 7. kaflinn segir Páll að þetta sé hvernig það er að vera þræll syndarinnar. Og svo lýsir hann þessu í 15. versi, því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjöri ég ekki, en það sem ég hata, það gjöri ég. Með öðrum orðum, ég geri það sem ég vil ekki gera og ég geri ekki það sem ég vil gera. Það er lýsing á þræli. Þrælar eru neyddir til að gera hluti sem þeir vilja ekki og þeir fá ekki að gera það sem þeir vilja gera. Í 8. versi þar segir hann að vilja veitist mér auðvelt en ekki að framkvæma hið góða. Og svo Páll er að segja með þessari reynslu að vera þræll syndarinnar. Ég geri ekki það sem ég vil gera, en ég geri hluti sem ég vil ekki gera. Hljómar þetta ekki eins og eitthvað sem við höfum gengið í gegnum sjálf. Og hér er það sem gerist. Þessi boðskapur, þegar hann kemur inn í kirkju Guðs við enda tímana, í fullum krafti og í djörfung, og þegar menn rísa upp til að útbreiða hinn hreina sannleika og þeir sýna frá ritningunni hvernig það kemur fram í köflunum 6 og 8 og við sjáum hversu auðveldlega við getum afneitað sannleikanum. Við sjáum hvernig við þurfum ekki að ganga eftir holdinu, heldur andanum. Að réttlætis kröfu lögmannsins er fullnagt hjá oss sem lifum ekki eftir holdi, heldur eftir anda. Og það munu vera einhverjir í kirkju Guðs á síðustu dögum sem munu rísa upp gegn þessum boðskap og segja, ekki segja mér að ég þurfi að halda áfram að upplifa reynslu þar sem ég trúi því að ég hafi réttlæti fyrir trú, þar sem ég er með ytri hlíf á meðan hjarta mitt er rotið að innan. Og Jesús segir, bíddu aðeins, ég elska þig of mikið. Ég ætla að leyfa kirkju minni að skjálfa, vegna þess að ég þarf að hreinsa þessa kirkju sem mun standa á efsta degi. Og menn munu iðrast frá þessari volgu lágtíku ástandi, þar sem við höldum að við getum bara upplifað þessi volgu reynslu, þar sem við gerum ekki það sem við vitum að við ættum að gera, og gerum það sem við vitum að við ættum ekki að gera og teljum að það sé í lagi. Og Guð er að segja, það er komin tími til að vakna frá þessu ástandi. Og Jesús segir, þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Og orðið aumingi kemur frá gríska orðinu eleianos og það er að finna á öðrum stað í ritningunni. Það er í Korinthubréfinu 15:19. Það er eini staðurinn fyrir utan Ápinberunarbókina 3 þar sem þetta orð kemur fyrir. Og það er Páll póstuli sem talar aftur og takk eftir því að hann segir í þessu versi, 19. versi, ef vonvorti Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðastir allra manna. Þannig að veistu hvað gerir Laódíkeu svona auma? Laódíkea heldur að í sínu ömurlega ástandi sé hann á leiðinni til himna og ritningin segir, ef vonvorti Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðastir allra manna. Vegna þess að þú heldur að þú sért á leiðinni til himna í þessu auma ástandi þínu, en þú ert það í raun ekki. Og Jesús er að segja, það særir hjarta mitt að sjá þig í svona hræðilegu ástandi, hugsandi að þú sért að koma til móts við mig á himnum, þegar þú ert í raun í ástandi sem er valda því að þú ert að eilífu glataður. Og Jesús er að segja, ég vil ekki að kirkja mín á síðustu dögum séu í slíku ástandi og ég vil að þeir vakni. Og svo segir hann, þú ert fátækur
Og ef þú ert fátækur þýðir það að þú ert ekki ríkur, og ef þú ert ekki ríkur þýðir það að þú hefur ekki trú, og þú ert blindur, þú getur ekki séð raunverulegt ástand þitt, og þú ert nakinn, því skortir réttlæti Krists. Svo hvað segir Jesús að lækningin sé? Við þurfum að gera okkur grein fyrir ástandinu ef við ætlum að finna lækningu. Og hver er sjúkdómsgreiningin? Hvaða meðferð er viðeigandi, svo við getum lagað vandamálið? Jesús segir okkur ekki bara allt í lagi þegar þið eru hræðileg. Nei, Jesús segir, þetta er slæm staða sem þú ert í, mjög slæmt ástand. En veistu hvað? Ég elska þig mikið. Heldur að það veri mögulegt ef þú elskar mig að sýna því einhvern áhuga að komast út úr þessu og iðrast frá þessu ástandi, vegna þess að ég elska þig virkilega og ég vil að þú breytist. Og tökum eftir því sem Jesús segir í 18. versi. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að verður auðugur. Svo hann er að segja, heyrðu, þú ert í ástandi sem veldur því að þú heldur að þú sért á leið til himna, en veistu hvað? Stundum þarf ég að gera eitthvað við þig til að ná athygli þinni og vekja þig til að þú áttir þig á því að þú ert ekki að fara í rétta átt og þú þurfir á mér að halda svo ég geti bjargað þér. Svo veistu hvað? Þegar ég segi að ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi, þá er það eldars reynslunar sem hafa möguleika á að styrkja trú þína. Þú ert á rangri leið og því leyfi ég þér að fara í gegnum þessar reynslur. Ég leyfi prófraununum að koma inn í líf þitt svo að þú snúið þér til mín, svo að þú lærir að treysta mér og þú áttir þig á því að þú hefur hingað til treysta sjálfan þig og haldið að þú sért í lagi. Og hann segir, verið ekki eins og Ísraelsmenn sem voru ætíð möglandi og kvartandi þegar prófraunin kom yfir þá í eyðimörkinni. Sum okkar við getum komið í kirkju og við getum heyrt frábær erindi og uppfæst í Drottni og svo færðu sprungið dekk á leiðinni heim og þá ferðu að sparka í dekkið og spyrja hvort Guð sé raun og veru að vinna í lífið þínu. Og Guð er að reyna að senda þér smá prófraun til að prófa trú þína svo að trú þín veri sterk í honum. Og ég tala við sjálfa mig og ég geri það sama. Þannig að þetta er fyrir mig eins mikið og fyrir alla. Og hann segir, ég ræð þér að þú kaupir af mér gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Jesús er að segja, sjáðu þú þarft virkilega á réttlendingu minni að halda, því þú heldur að þú hafir það en hefur það ekki. Þú þarft á mínu réttlæti að halda, ekki réttlæti þínu, því að ef þú ert að gera það sem þú vilt ekki gera og gerir ekki það sem þú vilt gera, þá er það þitt eigið réttlæti sem er eins og óhrein tuska. Þú þarft á réttlæti mínu að halda. Takt eftir því sem Ellen White segir. Hún segir þessa hvítu klæði í Christ Object Lessons blaðsíðu 311. Þessi skikkja ofin í vefstól heiminsins hefur ekki einn þráð mannlegar hugsunar. Kristur í mannkyni sínu skapaði fullkomna persónu og þessi persóna býður hann að miðla okkur. Allt okkar réttlæti er sem óhreinar tuskur. Með fullkominni hlýðni sinni hefur hann gert sérhverju manneskju mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Takt eftir þessu, þetta er lykilatriði hér. Hún heldur áfram og segir, þegar við gefum okkur Kristi, sameinast hjarta hans, viljinn sameinast í vilja hans, hugurinn verður eins og með huga hans, einn með huga hans. Hugsanirnar eru leiddar í fanga hans, við lifum lífi hans. Heyrðirðu það? Og hún segir hér, þetta er það sem þýðir að vera klæddur klæðum réttlætis hans. Að vera klæddur í klæði Krists, réttlætis er
réttlæti ekki allt í lagi, ég trúi því að Jesús hafi dáið fyrir mig. Hann mun hylja mig með réttlæti sínu og svo mun ég halda áfram að upplifa Rómverjabréfi 7. Nei, að vera klæddur réttlæti Krists að gefa líf sitt í hendur Jesú að fullu og öllu og síðan að vilji þinn verði sameinaður vilja hans, hugsanir þínar verði hugsanir hans, líf þitt verði líf hans. Það það sem að þýðir að vera klæddur réttlæti Krists. Og Ellen White segir í Selected Messages, fyrsta bindi, blaðsíðu 366, Guð krefst algjörs uppgjafar hjartans áður en réttlæting getur átt sér stað. Sjáðu að við höldum að við getum öðlast réttlætingu með einhverju huglægri þekkingu á sannleikanum, að við einfaldlega klæðumst réttlætingu og þá mun helgun koma einhvern tíma seinna og við höldum í þá fullyrðingu að helgun sé ævistarf og við misnotkum merkingu þess. Vegna þess að það sem þessi yfirlýsing þýðir að við gefum líf okkar í hendur Jesú, að fullu og fullkomlega á því augnabliki sem endurfæðing okkar á sér stað. Ellen White, hún sá að eitthvað gerðist með kirkju Guðs á síðustu dögum. Í sömu tilvitnun og ég vitnaði áðan, Early Writings á blaðsíðu 271. Eftir að þessi boðskapur kemur til kirkjunar, taki ég eftir hvað gerist. Ég spurði hvað hefur gert þessa miklu breytingu og engillinn svaraði, þetta síðregnið, hressing frá augliti drottins, hávært hróp þriðja engilsins. Með öðrum orðum, þegar við tökum á móti boðskapnum sem Kristur gefur okkur í öllu sínu ómengaða sannleika, algjörlega eins og hann og við sigur húðum hann ekki og við tökum á móti honum eins og ætlast til að tekið sér á móti honum, þá getur Guð byrjað að úthella seinna regni sínu yfir fólk hans svo að við getum fengið valdis að gefa heiminum loka boðskapinn. Þannig að þessi boðskapur hefur áhrif á loka á tímanum og þeir sem vilja þeir geta tekið á móti honum og þeir munu vera þáttakendur í loka átökunum. Þeir sem hafa hafnað því, þeir vera hristir út. Við lesum í Galatabréfinu 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir hver? Kristur í mér. Og lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trúnni á, hvern trúi? Trúi ég á Guðs son. Það trúin á Jesú Krist. Gerir þú þig grein fyrir því að þetta boðskapur þriðja engilsins? Það Kristur kemur inn, lifir hann lífi sín í gegnum okkur, svo hann getið iðka trú sína í gegnum okkur. Og þá getur boðskapur þriðja engilsins hljómað, sem segir, hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra sem varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Og til þess að Jesús hafi hóp fólk sem hefur þolgæði, sem varðveita boð Guðs og trúna á Jesú, verður hann að koma inn. Og svo segir hann við Láódíkeu, sjá ég stendur dyrnar og kný á. Mér langar til að frelsa þig frá þessum vesælu ömkun að verða fátæku, blindu og nöktu reynslu. Mér langar að gefa þig hjarta mitt og líf mitt. Mér langar að gefa þér hug minn og hug Krists. Og Ellen White, hún skrifar hérna í Acts of the Apostles, blaðsíðu 551, fullkomin Kristins eðlis náð þegar hvatinn til að hjálpa og blessa aðra sprettur stöðugt innanfrá. Það það sem þetta snýst Vegna þess að við með okkar náttúrulega tilhneigingar höfum tilfinningar til að vera eigingjörn. Og hún segir líka í Testimony to the Church, fyrsta bindi, blaðsíðu 187, þeir sem sigra í hverju þrepi og standast hverja prófrun og sigra hvað sem það kann að kosta, hafa hlýtt aðleggingum hins trúa votts og þeir munu öðlast seinna regnið og verða þannig hæfi til umbreytingar. Þess vegna segir Jesús eftir að hann hefur sagt, í stendur dyrnar og kný á, hann segir, ef þú hleypir mér inn,
þá gerist eitthvað mjög sérstakt og það í versi 21, þar sem hann segir: Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Gerur þér grein fyrir því að ef við leyfum Jesú að koma inn, getum við sigrað eins og hann sigraði? Langar þig í svona yfirburðakraft? Því að málið að við sum okkar, við þekkjum þennan boðskap, en við reynum að sigrast í eigin styrk, og Jesús að segja, eina leiðin til að sigrast á synd í lífi þínu að leyfa mér að koma inn, og ef þú leyfir mér að koma inn, myndu sigra eins og ég sigraði, og þú mynd sitja og ríkja með mér eins og ég hef sest í hásæti föður míns. Og eins og segir í Laodíkea þýðir fólk dómsins, og við erum kirkja dómsins, og ef við sigrum í dóminum munum við ríkja með Kristi. Þvílík skilaboð, þvílík bjargvættur, að hann skuli taka kirkju sem í vesælu, aumu og hræðilegu ástandi og segja: Ég mun koma inn í hjarta þitt, ég mun breyta lífið þínu, þú hættir að vera í þessu gamla hrokafulla vesala manneskja. Myrkur hlutirnir sem þú gerir þegar enginn annar horfir, allt þetta fyrir náð Guðs getur Jesús hjálpa þér að sigrast á, svo að þú verður eins og hann, og þú munt standa með honum og þú munt vera meðal fólks Guðs á loka tímanum, innan 144.000 sem eru umbreytast og án þess að sjá dauðan. Og það hópur fólks sem ég vil vera hluti af. Því þú veist, við sem Guðs endatíma fólk, við þurfum að vakna, við verðum að taka alvarlega þessum skilaboðum. Við erum ekki hér að spila leiki á þessari jörð. Við ættum að fara í gegnum þetta líf ekki að fara í gegnum þetta líf eins og allir aðrir sem hugsa Jesú þegar þeir muna eftir því eða þegar einhvað kemur upp á. Hugsa varla eilífan veruleika okkar sem sýnikennsla á dómstundinni til að sýna alheiminum hvað hann getur gert við synduga menn þegar kraftur hans og náð tekur fullu valdi á lífið þeirra. Það kjarninn í boðskapnum. Það kjarninn í boðskap okkar enda tímuna, að við þurfum að hætta að vera ánægð með volga ástandið okkar. Mættum við öll taka við þessum boðskap vottarins trúa, hann sem upphaf sköpunar Guðs. Mættum við öll opna dyrnar og hleypa á honum inn. Ef okkur gefst gæfa til þessa, þá mun heyrast þytur á regni. Það mætti verða svo. Í Jesú nafni. Amen. Takk.